Skotið aftur og Tandri með skotið, mistuðu ekki að neina ára góður. Dæmt leikleysa. Mistuðu ekki að neinu. Koma aftur með. Finnur, næstu sendingu þarna, Ásgeir greip hann ekki. Hann kom að stjórnum henni hraðaflöp. Eyþór, góð vörn þarna á Hilmari. Stefánssoni. Ásgeir, aflosaði við boltann, ekki dribla. Skynsamur Ásgeir þarna. Góð vörn þarna á Hilmari Stefáns. Krókur. Staðan 4-4, 11,5 mínúta liðin. Reynir leysir inn. Jóhann er vandræðaður, ekki fótinn, nei, ekki segja þér. Bjarni er hann reyna að finna Ásgeir, það gengur ekki. Þeir eru of mikið að kannski reyna að leita línumannum þarna, þetta þröngt að finna. Vel gert þarna hjá Jóhann, mættu tilbaka og næra að stöða Vilhjálm. Nú var reyndar Reynir en það er hann mál. Já. Reynir ekki Árnason var það, Jóhann er ekki svona fljótur. Já, mér finnst afturhaldingar menn vera of mikið að reyna að finna Ásgeir þarna á línunni. Þeir reyna að tróða boltan með í hverja einustu sókn og stjórnum með Villi og Sverrir sem standa þarna í meiri vörðinni. Þeir eru bara einfalda að loka á það. Þeir fara ekkert út, þeir standa bara flatir á línunni. Já. Bjarni eða góð skotmara, hann á bara að láta vaða á þetta. Já, það var það. Þetta hér er góð gegn Grísur eitt vörðinni hjá Afturhaldingu. Þetta er Sverri. Og sendingu Sverri sem að... Jóhann, Bjarni, Sverrir. Jóhann með skotið í stöngina, fær aukakast. Það leysir Bjarni, skiptir Bjarni Aron til Daniel Jónsson. Daniel, Jóhann. Leysir Daniel og frá línu. Finna Ásgeir. Sverrir ekki notað í 2 mínútur. Já, Hilmar vill fá að taka víti. Nei, það er aukakast. Já, fyrsti brottrekstur Sverris Eyjálssonar. Daniel. Jóhann, nei, fer ekki upp, Sverrir. Já, stótið hérna, nei, Reynir Nú fer höndina hóra að koma upp. Já. Nei, Daniel grípur ekki boltan þarna. Góður varnarleikur á Vilhjálmi Halldórssoni. Já. Já, þetta var samt eins og það er ekki góður sóknarleikur á Afturhaldingu. Alls ekki. Bolti gekk þrisvarsinnum hérna fram og tilbaka og þeir náðu ekki að opna sér færi. En kannski var það út af því bara varnarleikurinn var svona góður. Jú, ég vil eitthvað aðeins og Sveinar losa sig við boltan hans mér. Já, taka Tandra á umferð. Eyþór. Já, Tandri stöðaður. Og Eyþór Þórólfur kominn á miðuna. Þarna var hann örlítið á fljótur að dæma, hann telur hann að vera komið skref, þannig að það var alltaf hár rétt. Já, Kári Garðarsson vissi sinni og sök höndi komin upp. Þórólfur er komið sér gegn og Reynir, góð vörður Reyni. Tandri og Reynir varði þetta og vantarlega leikvæsa þeir skoti strax Finnur yfir híminátt yfir. Skynsalegt hjá hann að skjóta frekar hann að dæma sér boltan. Það fannst mér Ásgeir og Reynir vera á kornin full fljótt þarna út í þjóðumanni. Ég hef ekki frá því að það hefði farið örlítið og snemma stað úr varnarvegnum. En þeir sáu það ekki dómararnir.
Þarna fótur, já. Já, þeir ná ekki að nýta sér liðsmunin ennþá 5 sekúndur í, aðeins 5 sekúndur í mannin. Fyrir hálfleikur að verða hálfnaður, staðan 4-4. Það er bara hreinlega ekki búið að skora í þessu. Það er ekki búið að skora í einhverjar 4-5 mínútur held ég. Já. Það er Þórólfur hérna í hægri skiptunni, Sandri á miðunni. Eyþór kemur hér. Sandri út í hornið, Bjarni og það er varðið Smáriver. Fjórða skotið sem Smáriver. Og hvað gult spjald á Frán. Það er Þrándur sér í Hafbygg og skellir sér hérna á línuna. Já. Duglegur að skipta á línumönnunum. Já, koma þeir hérna að spila 5+1 á Bjarna, Stjörnumennir. Daniel. Og hann fyrir gegn. Stöðar. Tæpur að fá vítakast, vantaði Herslumenn. Já. Vilmar. Það er varðið en úðaflauta. Við sjáum Jón Árni Jónsson spilar hér. Hálgerur Rindjáni fyrir utan. Í vörðunni á Stjörnunni. Ímist á Bjarna og duglegur að færa sér á miði líka til að tröfla. Svipa á Flugberg og Daniel Einarsson var í fyrra hérna hjá Stjörnunni. Og þessi munið til því. Og fljótandi. Daniel. Sverrir, hann fer í gegn og skorar. Sverrir Hermannsson kemur afturhendingu yfir 4-5 í 16,5 mínútu. Gríðarleg stemming á stuðningsmönnum Aftureldingar. Það er möguleika á að halda sæti sínu í deildinni. Eyþór. Og það góð vörð hjá Ásgeiri. Þórólfur inn á línunni, kemur Bjarni. Eyþór og Eyþór. Og hann er skot. Gott þetta á mark. Eyþór er fínast að sleggja þegar hann fær Gunnar Andriðsson alveg brjálaður hérna á bekknum. Ég veit ekki alveg út á hverju. Það er ekki vilja að fá leikleysi eða hvað? Já, 5-5. Höndi þannig að komast upp fyrst ára með að fara. Jú, vissulega. Nema að það verður ólögleg blokkarinn kannski, svona við séð. Veit það ekki. 5-5. Áttum okkur ekki á því. Er auðvitað að sjá það. Já. Og Sverrir. Veitt á Svavar. En reynir nær frákastinu. Daniel. Sverrir aftur með skotið aftur við Svavar. Það verður að segja sér það á Gunnar tekur þetta leiklið. Það er ekki mikið að gera til sóknarleik Aftureldingar. Þetta er svolítið svona einstaklingsframtak. 5 mörk á 17 mínútum og 46 sekúndum. Þegar þess merki. Það er eins af báðum liðum staðan í jöfn. 12 mínútur til leikliðs. Afturelding. Ólík staða liðan í umspilun eins og öll hinn árin. Afturelding hafnaði 7. sæti N-deildar og getur fallið þegar tapaði semi, en Stjarnan sem hafnaði 3. sæti fyrstu deildar getur komið stuð. Þetta er skemmtilegt. En þetta sannaði kannski það að þetta fyrirkomulag er hitt besta mál í fyrra þegar Afturelding lagði Gróttu óvænt. Ekki nokkur spurning. Ég held að þetta sé miklu gáfalara heldur en að tvö lið upp og niður. Já. Í svona eins og þau með svona fáadeild. Fáliðadeildan þessi. Já. Það var helviti dýrt að. En svo er spurning hversu mörg lið verður í fyrstu deildinni á næsta ári og verður ein deild eða tvær. Við veitum það ekki. Það áttur að koma í ljós. Það kemur í ljósum. Á laugardaginn væntanlega, Ástingi HSÍ. Já, við vonum að það verði tvær. Já, við verðum allavega að reyna í lengstu lög að halda þessu í tveim deildum. Það verður ekki mikið gaman að Íslandsmóti sem að
með einni deild og engin falli og verður ekki neitt og neinu. Nei, samanlega því og mikill munur á liðum. Reynir, Daniel, Vilhjálmur fljótur að brjóta, kemst í boltan og aukakast. Daniel, já, vel gert hjá honum, fær hann aukakast bara á, ekki víti. Og með skrefin segir hann. Líklega rétt, sjá þetta dómararnir. Og höndin komin upp hérna, Daniel stöngina, Hilmar næra að slagja og hérna boltan úr höndunum með Eyþóri. Já, Hilmar, ótrúlega lunginn leikmaður. Já. En ná þeir að brjóta. Stoppar mikið sóknarleikurinn afturlendingu. Já, ég er ekki mikið að koma út úr þessu leiklegi að Gunnar tók. Nú stillar eitthvað kerfi. Já, Sverrir hann í peysutói og Gunnar vill fá 2 mínútur á hann. Svo Daniel niður, Daniel aftur. Hann skorar hann. Daniel Jónsson 5-6. 11 mínútur til áleiks. Þórólfur kemur á miðuna hérna hjá Stjörnunni. Þrándur hægra megin, Tandri hægra megin segi ég og Eyþór vinstra megin. Tandri með skotið, þetta er beint á Smára en fer samt í netið. 6-6. Sverrir reynir eina línusetninguna sem gengur ekki eitt eða neitt og þarna var Svavar með slaka sendingu. Já, væga sagt. Vel yfir Bjarna. Já. Þannig að Afturelding kemur aftur í sóknina 6-6. 10 mínútur til leiklis. Já, Tandri er að rífa sig lausan og skora en búið að flauta. Já, þarna voru þeir heldur snemma því að hann gat nú ekki verið búið með skrefin þar sem að hann var nú ekki bara að taka þetta einasta. Þarna kallar Ólafur á dómarinn og nú þarf, aðja, það er best að segja ekki meira. Og þannig að gefa guðspjald á bekkinu Aftureldingu. Já, hérna, já. Menn megan og það er vantilega að menn síni einhverjar örlitlar tilfinningar í þessu. Við vorum á Akureyri fyrir ekki svo löngu, Akureyri HK og þar fengu menn ekki tiltal fyrir miklu minni læti á bekknum og okkur fannst það gott, en okkur finnst þetta miður. Já, ég meina að sjálfsögðu voru þeir eitthvað aðeins ósáttir við þetta þar sem þeir töldu að Aftureldingum hafi skorað og fannst að vera að flauta og stemma. Menn verður aðeins að lesa leikið þá voru menn flauta þetta eitthvað. Daniel Einarsson skoraði 6-7. Jói er hættur á tugur eftirlitsdómarunum í bili. Kemur Þórólfur. Þór og Tandri. Fínt með Bjarna. Hann kemur boltanum í netið en búið að flauta. Þórfinn, þarna komst Reynir inn í sendinguna. Aftur komast inn í sendingu frá honum. Já. Það er ekki Elvar Örn Jónsson sem er kominn þarna. Jó, hann náði þarna boltana mikli harðfylgi. Og fekk aukakast og leikleysi Stjarnan tekur. Já, vel gert hjá Elvari. Eitthvað lent illa. Já, staðan 6-7. Afturlendingu vil. Gríðarlega hörðum baráttuleik hér í Mýrinni. Já.
Það hefur verið í alltaf öllum tölum aldrei muna meira en einu marki á liðunum og liðum skipst á að leiða. Elvar Erlingsson stýrir Stjörnun hér í fjárveru Roland Terratse sem í leikbanni. Það tækur sinn 3. leik í leikbanni. Já. Að fremur hefur komið skilabóðum til sinna manna. Það verður áhugavert að sjá hvort að þú trygt upp á einhver ákvörðun hérna. Jæja, þá getur við gott farað það. Já, Höndi komin upp. Andri hær í netinu. Smá heppnistimbill yfir skotunum við Tandra núna. 7-7. Og finnur Þrán. Og tækja mynda brottur sem á Elvar Örn Jónsson. Og vítakastæn. Hilmar Stefansson á vítapunktinn. Já, Hafþór Einarsson varamarkmaðurinn gæsalappa aftur líkar byrjar að hita upp. Já, hann varamarkmaður í dag, já. Þetta eru önnur brotin sem Stjörnunar. Afturhaldið ekki fengið eina einustu. Dæmaði svo bara aukakast. Já. Teljan hafi ekki verið góðan í færi. Ekki varist á línunni eða inn í tegnum. Það var spurning hvernig afturhalding víti sig þetta. Þeir sko náðu nú ekki skora mark á það. Þeir voru einu fleiri. Þeir sandan eru 4-2. Miklu vandræðum. Þetta er hreyfalega vörðjöndu Stjörnunni. Glæsilegt. Og hann kom Bjarni inn í sendinguna og býtur nú við. Hann er svona til að 2 mínútur eða eitthvað. Brotið á Finnur Jónsson var þetta sem komst inn í sendinguna. Já, og Bjarni togaði þarna hressilega aftan í hann. Fannst mér. Já. Það verður að þurrka gólfið og maður sér ekki betur en að Vilhjálmur Bjarnason og Óli Haralds eftirlitsdómari sé að rífast. Maðurinn á klukkuna og eftirlitsdómarinn eru það rasandi hérna fyrir neðan okkur. Það er stórkostlegt að horfa upp á þetta. Það verður að segja þess að verð. 7-7 og það er innan við 8 mínútur til hálfleiks. 1:20 í að Stjarnan verði með fullskipa lið. Sjáum hvað ég gera hér einu færi. Þórólfur Nilsen. Handrið tekið umferð. Eyþór, Finnur. Já, vandræðilegt. Og höndin er komið og hún er komin upp og Bjarni sækir aukakast, vel gert hjá honum. Já, við erum að gera sækir í kast. Höndin er komin eins og það eru upp, þannig að þeir þurfa að fara að taka skot. Það er líklegt að Tandri taki það núna. Já. Þarna kemur það. Nei, þessi leikur ekki netið. Márið varði þetta. Bjargar þessu. 5. skotið sem hann er. En þá 35 sekúndur núna í að Stjarnan verður með fullskipa lið. Sjáum hvort að Afturhaldingu takist að gera þess að menn í sókninni þetta skiptið. Það er Bjarni. Já, hann kemur fyrir gegn. Ég rétti á Bjarna, las stöðuna vel, skorur sitt fyrsta mark, 7-8. Hilmar kemur og tekur Tandra á umferð. Stjarnan það bil að fá sinn 7. útispilarinn á. Eyþór, Finnur. Já, Elvar kominn inn á aftur. Tandri. Rótuðu honum. Elvar brýtur á honum þarna. Eyþór, Þórólfur. Þetta var... Þessverðir hann þetta á honum. Nei, þetta svona Þórólfur hafi beikt sig þarna niður eitthvað en þetta... Það er alveg hægt að þetta var 2 mínútur þarna.
Kári Mata, svo var ekki Tandri vel var hjá Smára. Og með fótinn hérna alveg út í stöngina. Daniel skilar báðan til sinna manna 5,5 mínúta til hálfleiks. Afturhaldið getur komist 2 mörkum yfir í fyrsta sinni í leiknum. Bjarni lendir á Vilhjálmi. Þetta aukakast. Vilhjálmur fellur og heldur eitthvað ökla. Vinstri öklan sem að oft hefur stríkt honum. Og svo flest önnur liðamót held ég hreinlega. Já, þetta lítur ekkert alltof vel út. Nei. Áhugavert að strákurinn á kústnum stendur hérna okkur fyrir, við sjáum ekki Vilhjálmi. Já, þetta lítur alls ekki vel út. Það er ekki að stíga í fótinn. Það er aðstoð út af. Ég er bara neita að trúa að Vilhjálmur sé að meiðast eitthvað. Það hefur aldrei gerst hjá Karli veginu. Nei, það þarf að sprauta hann eitthvað að teipa þetta almennilega og henda honum inn á. Get ekki verið mikið án hans. Og þessu við mínum að í það minnsta verður mun erfiðara. Kemur afturlega til Hilmar. Bjarni, glæsilegt mark. Bjarni Aron Þórðarsson með sitt annað mark. 7-9. Smári verið þetta á Bjarni nær frákastinu. Já, vel var ég á Smára. Hann sá Hafþór hittu upp og er kominn í gang. Býttu nú Þrándur kominn hann í gegn og varið en aukakast. Fyrsta skotið sem að Svavar Már Ólafsson ver. Já. Hann þarf að þurrka gólfið. 4 mínútur og 18 sekúndur til hálfleiks. Rotthaukið heldur betur vaknað hér í umspilinu. Já, sáust ekki allan veturinn og svo eru mættir núna. Já, þeir voru sterkir í upphafi, mót var ekki svona. Kemur Daniel, Bjarni. Hilmar. Og ágætlega varið hérna hjá Stjörnunni. Nei, finnast rangt. Og þá skrifa Bjarni segir Magnús. Sverrir. Það varið. Vel varið. Bjarni finnur Nei, það var fótur. Jón Arnar klaufið þarna. Kominn í dauðafæri, misti boltan í fæturnar á sér. Þannig hvort glemdur að setja á sig harpik þegar hreinlega stressaður. Hilmar sækir þarna á Sverrir. Hilmar og Bjarni nær boltanum, vel gert hjá Bjarna. Þá kemur Eyþór hérna, driblar upp þarna á völlinn og Tandri kominn inn á og hann reynir. Já, ég er með glórulausa sendingu þarna á línuna. Já. Menn ekki að taka gáfulegar ákvarðanir akkúrat í þessu Stjörnumegin sérstaklega. Það var Sverrir Hermannsson að kvíla sig aðeins. Jóhann fyrir hægri skiptuna. Daniel á miðjunni og Bjarni vinstra megin. Hilmar og Reynir í hornunum. Eins og áður og Þrándur á línunni þetta skiptið.
Heyrðu, Já, slöggsendi frá Daniel Jónssoni og Eyþór með langa sendingu þarna góður bolti á Finnur. Frábælega varinn. Og Bjarni missi boltan en Jón Arnar nærnum og Smári verð aftur. Magnað alveg hreint. Já. Það kemur Bjarni. Daniel reyna að vinna sendingu niður í horn en mistekst. Það var búið að stöða þetta. Hérna ekki sáttu við sína ákvörðun að gefa ekki niður í hornið. Kemur Arnar Theodórsson inn á fyrsta skipti í leiknum. Já. Gult spjald hérna á bekkinu á Stjörnunni. Já, löngu tíma bært. Fyrir hálfleikur að verða búinn en þá bara 2:18 eftir. Já, Hilmar tók þetta ekki í fótinn á honum, greinilega ekki. Daniel reynir glórulausa línusendingu, enn einn sem við sjáum í leiknum. Kemur, já, Eyþór Magnússon með sitt annar mark. 8-9, frábært mark að drengum. Þetta verið að klína þess aftur, tróða þess aftur á línu, bara klína þess í netið. Já. Þá er Jóhannsson góðan þarna hægra megin. Sverrir fær smá hvíl. Arnar, Daniel, Jóhann. Glæsilegt mark hjá honum. Já, sem ég segi, þessi menni er bara að skjóta fyrir utan. 8-10. Já, Svavar var í þessum þarna. Ósáttur sjálf á sig. Þetta var fínasta skot. Fast. Já. Já, Guðmundur Guðmundsson kominn hérna inn á miðuna. Eyþór finnur á Guðmund, en Bjarni stelur þetta þessu auðvitað. Finnst það ekki vera út af fyrir það að Vilhjálmur Halldórsson kom með afturinn og hann er ekki kominn úr öðrum skónum og ekki fyrir leikli allavega 40 sekúndur til hálfleiks. Æ, ég tippa að hann kom ekki meira nú. Nei. Það geta verið að hugsa um veiði sumarið. Já. Þannig að verður, löngu búið að flauta, fær tiltal. Arnar er eitthvað Reyni langt niður í horn. Kemur hann á ferðinu á móti, Reynir leysir. Daniel, Jóhann út í horn og Hilmar. Finnur Daniel. Vel varist að Stjörnunni, komast inn í þetta en aukakast. 10 sekúndur, 9. Jájá, fyrir að flýta sér á eitt skot Jóhann upp. Og hæfarinn, Svavar Ver. 8-10 staðan í hálfleik. Stjarnan 8, afturhalding 10. Markahæstir í leiknum Patrik Konradsson með 3 mörk og Eyþór Magnússon 2, það er Stjörnumiðinn. Hinum meginn er langmarkahæstir Bjarni Aron Þórðarsson, Daniel Jónsson og Jóhann Jóhannsson með 2 mörk hver. Förum með auglýsingar og komum með seinni hálfleik fljótlega. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum
Hafðu augun á boltanum með N1. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinnir, I am number 4. Þau voru 9 sem földu sig allan heim. Hvert þeirra hefur sitt númer. Fyrstu 3 eru dáin. Hann númer 4. I am number 4. Heimsfrumsýnd 18. febrúar í Sambíónum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Stundum bjart, lífið hvað smæl, sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo stökk dæmi það, að augnablikið breytir stundar stað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. N1, meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.